gest í dag. Halló. Halló, hvað heitirðu? Ég heiti Jói. Ég veit. Ok, við skulum vera með jóla. Já. Jóla spurningu handa þér. Hvað er versta minningin sem tengist jólunum? Ég hefði fengið eitthvað svona bók í skóinn og á að geta góð lykt af henni. Svo ég var svona að fletta, þannig að kom svona vindurinn svona og geta góð lykt og ég var eitthvað, mamma, það er svo góð lykt af bókinni. Og þetta er svona 3 hæða hús sem ég bý í og ég var á miðhæðinni og mamma var á efri hæðinni og ég var svona að kalla til hennar, mamma, það er svo góð lykt. Og hún eitthvað, já, og síðan sagði hann við pappa eitthvað svona, já, hann er bara svo mikið af svona sápu í pokanum og ég heyrði það og þetta var svona fyrsta, þarna kviknaði á svona fyrstu grunsemdum mínum varðandi hvað væri til. En, já, þetta var góð saga, Jói. Takk. Góð saga. Kemur manni í jólaandan. Já, það ekki. Jói, hvað ætlum við að gera hérna í dag? Heyrðu, það er jólatiltekt og við ætlum að búa til jólatré úr dröslunum hennar Hugrúnar. Það er rétt. Eigum við að sjá það? Já, ég vil til þín. Leitt er að segja frá því að hengirúmið verður farið í þó nokkra daga og viljum við þess vegna minnast þess með þessum litlu klippum. Er það ekki alltaf læg? Fyrsta skrefið því að búa til þitt eigið jólatré er að finna þitt eigið drasl og tíma, nægan tíma. Raðaðu svo draslinu þínu upp svo það myndi jólatré. Svo er bara málið að skreyta. Því að þú skreytir þetta ekki, þá ertu bara með hrúgu af drasli í herberginu þínu. Og hrúga af drasli er ekki jólatré. Hó, hó, litli jólabörn. Við sjáumst aftur á morgun.